Pétur og ykkur frá embætti landlæknis, það þetta með að því við erum líka í samfélagi sem hér á Austurlandi og höfum verið í samfélagi sem að eldast. Það að segja, ég held að sé ekki sem sagt það sem við getum kallað jákvæð aldursþróun í samfélaginu hér á Austurlandi nema kannski á Djúpavogi. Ég held að ég muni það nokkurn veginn rétt. Og þessi aldursþróun kallar auðvitað á mikla þjónustu frá heilbrigðiskerfinu og maður leiðir kannski ekki alltaf hugann á það að því að þetta setur svona aukna pressu á heilbrigðiskerfið allt. Pétur, sér þú einhverja leið til þess að við sem til dæmis eldra fólks hópur sem við erum ekki að hugsa nægilega mikið þegar við erum að tala heilsueflandi samfélag? Eða þið megið öll svara þessu, sko. Ég hreinlega veit það ekki, hvort að eldra fólk hópur sem við hugsum ekki nægilega vel þegar að heilsueflandi samfélag annars staðar. En ég held að sé samt í því fólknar og vaxandi líkur á að við minnst að kosti eflumst og gerum okkur betri í því verkefni sem öðru með þessari samvinnu sem að margir hafa lagt áherslu á, ekki síst þeir síðustu fyrirlesar sem hér töluðu og lögðu mikla áherslu á þetta heilsueflandi Austurland, við erum ekki lengur upptekin að tala hvert samfélag fyrir sig og þannig tengi ég það heilbrigðisþjónustu við alla hópa, í þessu tilviki aldraða, að í þessu, þetta líka mjög mikil áskorun fyrir heilbrigðisþjónustuna að raunverulega verða enn meira sameinuð því að við búum við það að hafa til dæmis nægt framboð einhverju tiltekinni þjónustu, það að segja að það sofa svo margir á einhverju þéttbýliskjarnanum okkar af tiltekinni gerð fagþjónustu og færri annars staðar. Og svo breytist þetta á nokkrum vikum og verður hlutverkaskipting og þá erum við meir og meir hefur okkur tekist að með okkar góða starfsfólki öll í sameiningu tekist það að þetta gríðarlega hreyfanlegt afl og það ástæða til þess að leggja áherslu á það að Heilbrigðisstofnun Austurlands sem bráðum fagnar 20 ára afmæli. Þetta hefur allt tekið langan tíma og það leit ekki út fyrir þetta að færa á nokkurn veg einhvern tíman en nú lítur þetta allt miklu betur út og sem sagt ég held að sé þannig að í dag hefur maður áhyggjur af öldruðum á tilteknum stöðum sem að fjærst eru meðal annars hvað varðar heimahjúkrun hugsanlega heimilisþjónustu líka, ég þekki það ekki eins vel en ég veit þetta ekki nákvæmlega. Já, þú ert svolítið að tala heilbrigðisþjónustu en það líka hægt að gera gríðarlega margt varðandi heilsueflingu hjá eldra fólki og til mjög mikils að vinna og það eru komin í gang verkefni, byrjaði í Hafnarfirði núna í janúar sem þá prógram þar sem að aldraðir hreyfa sig saman 3 í viku, það bæði líka svona styrktar æfingar bara í líkamsrækt og líkamsræktarstofurnar okkar standa í og eyðar miðjan dag ekki satt þannig að þá geta aldraðir komið í þær og það hægt að nota leikfimissæli í skólum síðdegis þegar þeir eru tómir og svo framvegis og þetta sem sagt auðvitað bara efli þeirra heilsu, hreyfingin og getur komið í veg fyrir beinþynningu og alls konar hluti. Þetta frábær félagsskapur því að einmannaleiki og einangrun jú áberandi hjá mörgum öldruðum og síðan hægt að flétta inn í þetta eins og fræðslu næringu og í þessu verkefni sem farið í gang í Hafnarfirði undir stjórn Janusar Guðlaugssonar, íþróttafræðings, að þar eru námskeið í matreiðslu og þau elda saman þannig að ég held að sé gríðarlega margt hægt að gera og í heilsueflingu og ég fór til Peking fyrir nokkrum árum og þar eru ekki róluvellir fyrir börn heldur fyrir aldraða þannig að það eru svona leikvellir þar sem fólk að lyfta og gera alls konar hluti.
Þannig að ég myndi mæla við ykkur hérna að hafa samband við Janus og komast inn í þetta. Já, þetta ótrúlega góð spurning hjá þér, þetta með sem sagt hlutfall aldraðra. Það auðvitað þannig að það stækkað öllu landinu, en það mikill munur á til dæmis landsbyggðinni og höfuðborginni að það meira ungu fólki sem því fækkar hlutfallslega á landsbyggðinni, og það líka hér eins og annars staðar. En þetta skiptir ótrúlega miklu máli og gott að fá þessa spurningu frá sveitarstjórnarkonu að samfélagin pælir svolítið í þessu. Vegna þess að ef við horfum á menntunina líka, þá bara menntunarstig kvenna almennt hærra heldur karla, og það snertir landsbyggðina sérstaklega vegna þess að þær koma þá síður tilbaka eftir að hafa menntað sig annars staðar ef þær hafa ekki störf. Og það alveg rétt hjá þér, og það svo vitnaðir í áðan að það svona ávísun svolítið á stöðunum fyrir samfélagið ef við missa sérstaklega að hópa á ungum konum úr samfélaginu. Þannig að þetta verulega eitthvað til þess að huga að reyna að spyrna við fótinn eins og hægt Það að segja frá því að við vorum að minnast á þetta því að Jan Guðrason hefur komið hingað austur og við tengdaði til þessi Fjarðabyggð félögum eldri borgara og þá var bara útferðir með öllum sem var boðið upp á þess að koma á þann fyrirlestur þar sem hann lagði áherslu á líkamsræktina og það var eins og Norðfirðir fór á stað var útbúinn sem sveitarfélagið aðstoðaði eldri borgara þar að útbúa sér líkamsræktar aðstöðu en síðan voru bara auðvitað aðgengi í líkamsræktar stöðvarnar á öðrum stöðum en þetta gríðarlega gott bæði fræðsla hversu mikilvægt að halda vöðvum og vöðvamassa til staðar sem lengst og svo líka það að þjappa svona hópnum saman þannig að ef einn voru af stað með miklum krafti þá hafði það smitandi áhrif á aðra. Þetta var sama á Fljótsdalshéraði, ekki rétt? Ég held að þetta sé mjög mikilvægt mál fyrir okkur að huga vel að okkar eldri borgurum. Annað sem að vekur auðvitað athygli þegar maður hlustar á þessi erindi, það er í raun og veru kannski hversu stórt hlutverk sveitarfélögin geta leikið í heilsueflingu en verandi nýorðin sveitarstjórnarkona og þekkjandi til dæmis fjárhaginn hjá þessu sveitarfélagi hér, þá hlýtur maður að velta því fyrir sér hvert samspilið á milli hins opinbera og sveitarfélagana í þessu eigi að vera eða þurfa að vera. Auðvitað er HSA opinber stofnun á vegum ríkisins og framhaldsskólarnir sem eru reknir hér í þessum sveitarfélögum eru auðvitað reknir í ríkinu en svona tilfinningin er svolítið að það er svolítið ábyrgð sett á sveitarfélögin en einhvern veginn hlýtur þetta þurfa að vera svolítið heildrænt verkefni okkar alla eða hvað. Ég veit ekki hvort að Björn upplifir mikla pressu eftir daginn. Nei, ég vil ekki segja þetta sem var þeirra. Já, þeirra allra, hinna. En það alveg, það engin spurning að þetta kallar alltaf á samspil. Samspil, heilbrigðisþjónustu og sveitarfélög. Og ég held ég get alveg fullyrt það að hér hefur það samspil verið að virka. Við höfum, eins og kannski fram í mínu máli, hér var byggð upp félagsaðstaða fyrir eldri borgara og þar í rauninni gegnum hana ákveðin samvinna við heilbrigðisstofnun. Sú félagsaðstaða hefur nýst mjög vel. Það má segja að þó þetta sé nú ekki líkamsræktarstöð, þá þarna ákveðin líkamsrækt sem á sér stað. En síðan höfum við verið að beina því líka upp í íbúð. Og síðan með þeim framkvæmdum sem við erum að horfa til, viðbótarframkvæmdum þar, þá erum við að horfa á það að við höfum möguleika að bjóða upp á mikið svona vænlegri aðstöðu fyrir þennan hóp, heldur við erum hér í dag. Þannig að við veit ekki hvort það svara spurningum hér, en það voðalega erfitt í rauninni að segja þetta bara mitt og þetta þitt.
þetta hlýtur alltaf að verða ákveðið samspil á milli þessara aðila. Já, mikilvægt og bara takk fyrir að velta þessu, hvernig skipting milli ríkis og sveitarfélaga og annað. Við erum undir svo jákvæmt að sjá umfjöllunum hér samvinnu milli sveitarfélaga og samvinnu þá milli líka sveitarfélaga og þá ríkisins og ég held við komumst aldrei neitt áfram ef við ætlum alltaf að vera hvert mitt hlutverk, ef við ætlum að pakka þessu inn í box þá komumst við aldrei áfram í þessu verkefni. Þannig mér finnst það virkilega jákvætt að sjá svona tónin hérna þetta samstarf að þetta sameiginlegt verkefni okkar og markmiðið sé ekki svo bara heyrðu, ef við spörum hérna í heilsueflingu þá sparast ekki á sveitarfélaginu heldur þá sparast á ríkinu, heldur hafið þið verið að ræða hvað gerir Austurland áhugavert að búa við. Við erum ekki að vinna heilsueflingu, það ekki aðalmarkmið til þess að spara heilbrigðiskerfinu, heldur til þess að auka lífsgæði fólksins hérna. Og það þarf að vera markmið okkur og þá það svo klárlega sameiginlega verkefnið okkar allra. Og ef við ætlum að fara niður í það að búta þetta niður inn í sílóin, þá náum við mjög takmörkuðum árangri. Og eins og bara Alma var að kynna heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, að þá í rauninni þegar við erum að vinna að framgangi í þessum málefnum öllum, að þá við að styðja heilsu og velja og það sem við viljum bara að koma að heilsa og líðan út, það svo margt sem hefur áhrif og ef við náum að þessari hugsun svolítið eins og Sigurbjörg var líka að tala hérna að færi þetta úr því að við erum einhver einstök verkefni bútu kúltúr þar sem að við erum að huga að heilsu og líðan í öllu. Að þá þetta ekki bara alltaf einhver verkefni sem kosti heldur, þetta spurningum hugarfarsbreytingu og menning nákvæmlega og mér finnst bara mjög jákvæð teikn og margt mjög tilefni til bjartsýni og eftir þetta og gaman að heyra hérna. Svo gott við. Já, svo gott við. Já, ég held að bara þurfi almennt í þessu samfélagi miklu meira samspil og samvinnu. Það náttúrulega sérstaklega áberandi í heilbrigðiskerfinu, það brot og kennt og allt í sílóum sem ekki að vinna saman. En mér finnst samt vera að verða breyting á þessu. Nú þekki ekki nákvæmlega þetta sem við að tala samspili milli ríkis og sveitarfélaga, en sjálfsagt það eins, en ég sammála Dóru, ekki láta það stoppa okkur og við þurfum bara almennt að hafa þor til að fara af stað með verkefni sem við trúum á, þó þau séu kannski ekki full fjármögnuð. Því að ef við stöndum alltaf á öðrum fæti og erum að hugsa hvar við erum að stíga næst, þá förum við ekki neitt. Þannig að bara að fara af stað og þá held ég líka sé auðveldara að kannski sækja fjármagn eins og til ríkisins ef eitthvað að ganga vel. Og sumt finnst okkur við ekki hafa efna að gera, en sumt við höfum ekki efna að gera ekki. Þannig að, og þetta bara, já. Já, mér langar bara að segja að það skólahjúkrunarfræðingar inn í öllum grunnskólum og það hefur gríðarlega mikið að segja fyrir starfsfólkið og nemendur í skólanum og það hefur, það samstarf hefur heppnast mjög vel.